Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Þetta tekið upp í kjölfarið og góðum sigri á Tottenham og þetta ár bara formlega byrjað. Held ég við getum orða og held ég vindum okkur bara strax í þetta. Með mér á línunni Sveinn Vog, þú mættur aftur? Já, sælir. Sæll og velkominur. Takk fyrir það. Þetta var hressandi. Nákvæmlega, þetta var svo hressandi að við þurftum að fá okkur hressan í staðinn. Já. Herðu, Sigursteinn, þú mættur? Júpp. Og Maggi líka. Jep. Maggi, þetta var náttúrulega frammistaði sem við erum búin að vonast eftir, má vel að segja bara nokkra mánuði, bara síðan þú fórst út held ég. Já, það svolítið bara líka við. Fyrir áramót, hvað var í gangi hjá Liverpool núna? Mér var náttúrulega, ég veit ekki, ég menn þetta bara kom aftur þarna þessi element sem við sáum, fyrri hálfleikur var nú sennilega, það var að vísu smá skuggi í kollinum á manni, maður var mjög jákvæður þegar maður horfði á þennan leik, en mér fannst samt einhvern veginn, það geta verið þannig að þetta væri sennilega besta frammistaða liðsins, einmitt í allavega til fyrir utan kannski vottorleikinn í vetur. Fyrir hálfleikur var alltaf frábær og við höfum geta verið svo hæglega verið í svona Arsenal stöðu svo var fyrir nokkrum árum, 4-0 í hálfleik hefði bara ekkert verið, já kannski 4-1, í minnileg var því vel, en við hefðum alveg klárlega geta verið búin að skora 4-5 mörk, ég held að í tölfræðinni hafi Lloris varið einhvern 7 skot í fyrir hálfleik. Og samt skoruðu við 2 mörk. Þannig að þetta var frábær fyrirhálfleikur, svo í seinni hálfleiknum og þá fannst mér líka bara að gera þetta vel og þá svona kannski var önnur sitt í frammistaða. Þá lokuðu menn og voru ekkert að taka mikið af sénsum og bara sigldu þessu flott heim. Þannig að mér finnst þetta bara frábær frammistaða. Við svo sem kannski hefum nú rætt hérna undanfarið að það er náttúrulega ég er orðinn svona Nostradamus, ég spáði að Steini vinur minn tala hugarfarið, þannig ég ætla að leyfa honum að eiga hugarfarsumræðuna, en þetta er bara einhvern veginn orðin lenska hjá þessu liðu og þessum leikmönnum að þeir virðast eiga einfalt með að pikka sig upp gegn liðum sem að koma og sækja okkur og svo kannski eiga erfiðara með að brjóta upp varnirnar, en það var alltaf bara frábæra frammistöður í gegnum eiginlega bara allt liðið, það var bara þetta var maninn alltaf stórkostlegur og sýndi alltaf það að hann geti alveg orðið næsta stóra stjarna í þessari borg. Og það eru félagar mínir sem voru allir enginn að kaupa sér búning, fóru svo til leikinn og voru konum Instagram, allir með mannin 19. Þannig að það bættu svona 3 við á bakaleiðinni, sko. Hver kaupir ekki klafa búning? Já, við ætlum að vera rólegir með þann brandara. Þannig að mér varst það bara, já, hann var auðvitað besturinn, þannig að það voru bara fullt af leikmönnum að koma tilbaka sem hafa átt erfitt. Þetta var bara frábært. Steini hugafæri, við fyrir leik þá talaðum að væri Henderson hefði kallað liðið saman á þess að þjálfarateymi við Saudi og það hefur allavega var hrósa honum eftir leik, það er alltaf gott að hrósa þessum fundi eftir leik eftir svona frammistöðu, en er ekki Henderson svolítið er það ofmyndið hjá okkur, er hann ekki svolítið að vaxa í þessu hlutverki með svona tilburðum og frammistöðu sem fylgir á með? Jú, ég hef margoft sagði og klifað á því í þessum podcast-þáttu þegar hafa nú einhvern tímann uppi umræðum að Gerrard var ekki nógu mikill lítirinn á vellinum og fyrirliðastaða, hún er svo miklu meira heldur en bara hvort þú nærða að öskra og hversu oft þú öskrar inn á vellinum í leik, sko. Það er öll þessi respekt utan allar og akkurat svona hlutir eins og Henderson virðist vera að gera núna og hann virðist bara það er bara svo erfitt fyrir okkur sem eru utanaðkomandi og hittum þessa menn aldrei að segja til að hver sé góður fyrirlið og hver ekki. Það langstæðasti parturinn af því munum við aldrei sjá, bara hafa afspurn af. En nákvæmlega svona hlutir eins og er að koma í ljós núna af afspurn, náttúrulega að staðfesta það í rauninni að hann er að vaxa mjög vel inn í þetta hlutverk og greinilega mikil virðing borin fyrir honum. En varðandi þennan leika, Nostradamus, Magnús, hann giskaði alveg á réttu og þetta er enn og aftur það sem ég er búinn að vera að klifa og undanfarið. Hugafarið í þessum leik, við sáum það bara þegar var flautað í flautuna þarna á fyrsta flauti, það var bara eitthvað í gangi, það var bara, hugafarið var bara þannig að þeir bara keyrðu á þetta. Þetta var ekkert eins og við erum búin að vera að sjá undanfarinn mánuð. Þarna voru menn bara tilbúnir á tánum, flaut, byrjunleikinn, keyrum yfir á.
og þetta höfum við gert svo oft í vetur og framan af vetri en hefur vantað nema þegar menn þurfa að peppa sig upp í svo stóru leiki. Og það var akkurat núna og Tottenham bara, þeir sáu ekki til sólu. Það var bara eiginlega alveg sama hvert var litið í þessu liði að það voru allir að eiga topp framistuð, það var enginn í undir svona, ef við tölum hérna í einhverjagjöfum, það enginn undir 7 í þessu liði í þessum leik, það var enginn að gera neinn mistök. Ekki fyrsta skiptið þegar lið spilar svona, þeir klárlega koma allir sem heild og fallar svo sannarlega oftast flestir sem heild sko. Algjörlega, og þarna voru menn bara klárir í slæg, bara andlega tilbúnir í leikinn þegar var flautað á. Það var enga vöflur á mönnum. Ég var sérlega ánægður með að sjá Wijnaldum kom inn í þennan leik, ég var svona byrjaður að setja smá spurningamerki við hann, en ég mjög skoður hvað hann steig upp í þessum leik og hann hefur reyndar gert það oft í þessum stóru leikjum, en það sést alveg á þessum stráka, þetta gæða fótboltamaður, það ekki nokkur spurning, en það þarf ekki að ræða þennan manni þátt. Frekar. Nei. Svenni, reyndar ég tala að Henderson heldur eitthvað fund fyrir leik og hristi liði saman og þeir koma brjálaði til leiks. Ég hinn hlýðina peningurinn hjá mér velti maður svolítið fyrir sér, gat hann ekki haldið þennan fund bara 5. janúar, var ekki alveg komið tilefnið þá eða nákvæmlega, þetta nefnilega pínu blendan tilfinningar sko. Núna náttúrulega það byrjum bara hvað rosalega gott að fá úr honum loksins eftir ebólu janúar sko. Það var náttúrulega hryllingur sko. Og sko ég bara vonast til þess að með aldrinum þá yrði ég svona minna grömpi og gæti svona gleymt hlutum og let go sko. Ég sko þegar ég verðum að labba yfir sko 20-50 mínútur þá fyrir ég að hugsa húlleikin. Og bara, þá verður hann svona grafast inn í ennið á mér, hvað var í gangi? Og þegar maður sér hvað hægt, sko, sama fólk þetta inn á öllinu, sko. En ef við byrjum á því, þetta var náttúrulega rosalega gott að bara fá Liverpool aftur. Af því að sko, ef þetta væri ef við værum að spila drullubolta, ef við værum eitthvað með að liða, þá kannski hefði janúar ekki verið svona erfiður, en við vitandi hvað við gátum gert og þarna raun og veru verður bara þannig eins og svona, sko, einhver svona rafsuðu gleraugu sem tekin bara niður og, já, þarna eru þeir, sko. Þannig að það var svona tilfinning sem maður fekk, þeir eru komin aftur og þá í mitt eru þessar blöndu tilfinningar, sko, það bara og hvar voru þið? Og svo náttúrulega núna veit ég ekki hversu stór partur þetta hreinlega sagt, af því að ég held að Jordan Henderson sé hörg fyrir liðið svo strákarnir myndust á. Það þarf eiginlega enginn að segja mér neitt annað. En að gaurinn hafi ekki yppað gogg og látið í sinni heyra líka þessu undanfarna vikur. Ég veit ekki hvort að ég ekki erfitt með að sjá það að menn séu þannig að þurfa að vera einhver formlegur fundur utan dagskrár til þess að bara, já, núna heyri ég hvað það segja, ég heyrði bara ekkert í þér áður, ég var bara að pæla eitthvað annað. Það sem ég finnst þetta sérstakt. Eða kærastan þurfa að benda þér á hvernig þú átt að grípa boltan og eitthvað svona, sko, þetta maður hengið sig kannski fyrir eitthvað svona skýringar sem koma eftir leiki. Maður veit ekki, sko, en þarna, sko, spurjum okkur öðru. Ef að þessi leikur hefði farið öðruvísi, ef að við hefðum verið nýta færin okkar illa, ef að Símon hefði ekki tekið hérna bolta, ef það hefði bara dottið inn í 1-1 eða eitthvað á whatever, hvernig það með, því við höfum jú verið að fá léleg úrslit úr verið að spila samt. Hefði það þessi Jordan-umræða komið upp, sko. Hefði hún orðið svona stór, sko. Þannig að auðvitað hendar það dálítið sögunni að lyfta henni dálítið upp. Ég ætla samt ekki að draga neitt úr því að Jordan hefur örugglega átt en fína og flotta fund og haft áhrif, en ég bara eins og þú ert að segja, Babu, hvar var þessi ræða 5. jan? Nákvæmlega. En sko ég er algjörlega sammála Svenna í þessu, það dettur inn einhver svona hystería stundu sem að það eitthvað gerist og þá svona hluti grípið upp. Þetta náttúrulega bara klárlega þannig að kannski það sem hefur gerst það með það sem það sá til Klopp í húluleiknum,
þá hefur verið að hendi þá Brettsel alla vikuna sko. Eins og við töluðum allum síðast að þeir yrðu náttúrulega sína responsi, hann var náttúrulega algjörlega brjálaður á hliðalínunni allan þennan leik hann í Hull og fer í viðtöl og segir bara leikmennir að við komum sér óvart, þannig að við verðum ósáttur við þá. Þannig að ég held að í hugum þeirra margra þá hafi það nú bara verið kannski akkurat málið. Og það bara nákvæmlega þessar fyrirsagnir, eins og Svenni að segja, að svona fundir held ég að séu alltaf ansi miklir. Og svo náttúrulega annað sem var lykilatriði eins og okkar ágæti hlustandi Randur Þorláksson benti á þarna í bónus. Það var náttúrulega Emre Can ekki í liðinu og það náttúrulega skiptir töluverðu máli Einar. En þú kannski veist. Ég ætla að vona að vera með hyggsta laugardagskvöldið. Það var það frá mér að kenna. Það var lykilatriði að hann. Þetta var besta komment og svo við útskýrum þetta bara aðeins betur fyrir hlustendum að þá vorum við á leiðinu á aðalfund og komum við í bónus í Hveragerði til að kaupa í matinn kvöldið og maðurinn fyrir frá mig var náttúrulega Randur og ég kannast við hann af spott og kallaði svona eftir hann, það er bara fullt af púlurum hérna. Hann snýr sér við og fer að tala við okkur og spyr bara, hver af ykkur, hver var það eiginlega sem var að stinga upp á því að Emre Can ætti að fara í miðvörðin? Hvað er í gangi? Þannig að einu maður sem ekki að svæðinu, það var Einar. Var hann líki í Boga eða Örvas eða hvað Það var ekki ráð. Þetta honum var fúlast alvara, það var sko ekkert verið að grínast með þetta og ég var alveg sammála honum. Þetta bara, hann má ekki grínast með svona hluti. Nei, alls ekki. Og svo ég skjóti þér í gaðskynni þá allir svo Steini sagði það var náttúrulega bara líka, ég held að kallinn hafi lesið mjög vel í þetta og reiknaði með því, við erum að tala um yfirlýsingar, mér fannst Harry Kane ekki sína, ég hef ekki verið ánægður þjálfarinn hans, þar sem hann fór með í blöðin að það er að klára eitthvað meistaradraum og eitthvað, þannig að hann reiknaði örugglega með að fá það ofarlega. Og það var náttúrulega bara taktist mjög flott, annars var við Vínaldum og svo náttúrulega er alveg pottþétt mála þegar við erum búin að horfa á vídeóuna þá náttúrulega var bara sagt við manni, farðu bara alltaf á hann bakvörð og hlöftu svo á dagir og það var auðvitað bara líka bara eitt af sem að kannski, maður heldur alltaf að þetta sé einhvern veginn bara, já, best bara íta power-takkan og allir berjast rosalega og allt gerist bara því að þjálfarinn gerir þetta og Henderson fundurinn á mánudaginn. En þetta var náttúrulega bara taktist held ég bara mjög flott og þeir fóru náttúrulega endalaust á veikleika Tottenham og Tottenham urðu sennilega breiðast í því. Ég sá einhverja lýsingu á þessu sem er örugglega rétt. Ég horfði ekki eins, það var aðeins stærri skugginn þetta seinna að þá urðu Tottenham einhvern veginn að loka sínu vinstri væng betur til þess að sko Liverpool að gera eitthvað við því að breiðast í því og þar með var einhvern veginn sóknarfærsla þeirra farin. Þannig að mér fannst þetta bara frábær taktík og náttúrulega bara lykilmenn í algjörum gír og við erum búin að tala um Mane og ég var kannski aðeins alltaf til 4 mínútur, tölfræðan hans í leiknum er geggjuð, endalaus hlaup og komin aftur að því og búin að krítisera hann fyrir sendingu og hluta látt, nú var hann komin tilbaka. Þannig ég held að það hafi verið miklu meira eldur en þessi ræða. En þess að það þetta bara flott á móti að Henderson hefur verið að vaxa og ég er alveg sannfærður það að jafnvel þó við myndum sjá bætast við miðjumenn og djúpa miðjumenn og hvað sem verður, þá held ég að hann sé alveg klárlega maður sem að verður í lykilhlutverki í þessu liði á næstu árum og hans hlutverk er alveg klárlega komið í það að vera í þessum háaða eða þessum fundum en líka bara að vera með læti innan á vellinum því það var hann líka, hann er farin að fara í menn á fullri ferð og hamast eins og hann áður að gera, þannig að það er auðvitað bara flott, hann skulle vera að taka á sig leiðtogahlutverk, það þarf. En ég held að stóra máli bara í þessu er að við vorum, þótt að staðan væri ekkert slæm, að þá vorum við komnir upp við ákveðin vegg. Liðið þurfti að bregðast við, þá var liðið þarna sem er búið að vera í 7. sæti frá því bara elstu menn muna, alveg sama hvað við vinna margar leiki. Þeir voru farnir að Andoni hálsmálið á okkur og með sigri hefði Tottenham bara stungið okkur af í bil. Þannig að það var ekkert annað að ræða heldur en að sína lit, annars hefðu menn verið komnir bara í nokkuð vondmál, en þessi úrslit breyta bara alveg helling. En náttúrulega þau breyta engu ef menn ætla síðan að fara, nú erum við að fara að spila á móti hvað 4. liðinu næst, eru reyndar bæði á við ríkjandi meistarar. Nei, það voru fake news, einu minn. Já, ok. Ef við búið að fletta ofan á þessu, hverju eru meistarar í vor?
Það kom ekki fram. Já, ok. Ef að taka markútgáfuna það, Steini, ef kannski að fá mark til þess að koma í podcast og ræða meistaratitil Leicester og ástæður þess. Ég fann að þegar ég hitti Marka Park næst, þá ætla ég að fara yfir þetta með honum betur, heldur en kannski við gerðum það í janúar. Það var samsæðiskenning þar, eða? Það var áhugaverð samsæðiskenning að Mark vinna okkur og það, hvernig Hann er aðeins í því, hann er alveg örlítið, svo pingur på hann, sko. Núna eru menn duglegir að tala um það að Tottenham hafi öfugt við flest lið sem hafa verið að mæta okkur sérstaklega fyrir áramót, þau bara mættu og spiluðu fótbolta og ég veit ekki hvort mann á að bara kannski bara að sýna þeim respekt fyrir það að þeir mættu þarna og þeir ætluðu greinlega að spila fótbolta. Þetta var liðið í öðru sæti, þetta var ef einhver að vera að elta, þá voru það þeir og þeir mættu. Þetta hugur ekki lengi, eða ekki, klart? Já, þeir mættu þarna til þess að spila fótbolta og það er kannski, og hver þá leksjan úr því, sko? Því að hversu falleg hún? Þannig að þetta mætir lið, sko, og Jú, eins og við bendum á hana, eins og þetta bæði Vagn Steini hafa bendað, menn að við erum komin hann upp í vegg, þetta var, Hull var alltaf bara risastórt kjafsögn með Mane, samt rulla, þannig að það varð, en hver eru skilaboðin eftir svona leik? Þarna mætir liðið í öðru sæti, arguably eitt af skástu liðunum, og sko það labbað yfir það, og hvaða skilaboð verið að senda? Bara þarna út. Sko. Ekki bara eitt af bestu liðanum, þeir eru bara búin að vera inform liðið bara í deildinni, including Chelsea. Chelsea er ekki búin að vera jafn samfærið og Tottenham verið búin að vera síðustu 10-12 leiki. Tottenham kláraði Chelsea bara samfærið og áttu það skilið. Sko. Þannig að þeir eru búin að vera mjög góðir, mjög solid, þeir maður slátrað á Anfield. Og bara, hvaða áhrif mun það hafa á okkar næstu anstæðingar? Það er risastór spurning. Það er eiginlega nánast allir búin að virðing fyrir Liverpool vissulega. Það eru flest lið farin að eiginlega öll núna, líka stóru liðin, farin að breyta leikaðferðinni fyrir þessi leiki. Þannig að ég vil, ef maður horfir aðeins út frá sjónarhóli Tottenham, þá er þetta vissulega respekt á þá og þeir hafa náttúrulega verið að vinna flest öll önnur lið með þessu. Þeir eru ekkert að tapa mörgum stigum á þessu tímabili, þannig að vissulega þeir eru með rosalega flottar stjóra, við kannski tökum aðeins samanburð og þeim eftir, en það var gaman líka Svenni að sjá sko bara afturrunni, við erum búin að heyra þetta marga mánuði, bara leikmenn þeirra vera að hrósa okkar liði, þeir bara viðurkenndu það bara, þeir voru bara betri en við í dag og þeir voru ekkert endilega væla þannig sem við sínu leik, þeir bara gjörsamlega. Ég held að þeir hafa bara komið, sko þáttur að hafa verið straujaðir, þá geta Tottenham samt að lappa út af þessum bara velli með sko hökun uppi. Þeir reyndu sitt, það gekk ekki upp, þeir töpuðu verðskuldað, búið og það er enginn að reyna að segja neitt annað, það er ekkert verið að röfla neitt. Þjálfarinn er bara á línunni, leikmennirnir og bara næsti leikur. Þannig að öfugt við þessum myndum þekkja hjá flestum hinum toppliðunum. Það ég sé ekki önnur topplið lenda í þessu Anfield og ganga svona nærristir í burtu. Sko. Það yrði eitthvað sagt í ykkur hotni. Þannig að þeir fá fullt respekt, blessaði spörsararnir og svo bara með að tapa næstu leikjum eitthvað og svona. Já. Núll panik samt, hvorki leikmönnum að stundismönnu neitt, sko. Þetta er Nei, alls ekki. Óþægilega flott leiðindur orðið hjá þeim, sko. En það er líka, sko, Steini ef við tökum að seinni hálfleikina, hann var í rauninni, sko, frábært þessu mörkja mann og sóknarleikurinn var bara á við, sko, eins og Maggi var það á hann, eða þú, Arsenal-leikinn 2014, þegar við bara slátruðum í fyrri hálfleik, en það er að halda þessu hreinu og ég man ekki eftir, þeir áttu eitt færið, það var í fyrri hálfleik sem minnuleg bjargaði okkur, annars áttu þeir valla skotið það nokkuð. Þeir voru nullaðir út allstaðar á vellum. Harry Kane var ekki tölfræðan hans bara ykkur. Jú, hann snerti, ég held að ég hafi lesið einhvers staðar, hann snerti boltan einu sinni inn í vítateg Liverpool allan leikinn. Þannig að þetta er bara svolítið framönd og það er ekkert ástæðuleysi sem við talaðum í byrjun að sko, það var engin undir 7 í svona þessari normal einkunnagjöf.
miðvarðarparið var að fungera vel, menn voru nú ansi smeykir yfir því að í leik á móti Tottenham, þar sem að Harry Kane einmitt fremsti maður, algjörlega sjóðandi hittur, að þar var Lukas nokkur leifa sem átti að taka á mótunum. Lukas átti bara óaðfinnanlega leik, allan leikinn nú. Það er rauninni alveg sama hvar þú horfir að það átti engin dabranda. Þannig að það gefur því að skilja að þegar Tottenham bara á alla færi fyrir utan þetta eina sem minnulega tekur og það segir bara allt yfirburði Liverpool í þessum leik og eins og þið segir þá er þetta kannski smá hræðslufaktor með það að lið bara hægt að þora að spila fótbolta mót okkur. Það sé bara þetta Sunderland kerfi sem að blífar en það á ekkert að vera svona mikil hræðsla við það því að sko við vorum alveg að höndla það framan af tímabilinu sko. Það var ekki fyrsti leikurinn sko. Nei, þá vorum við bara að taka þetta bara með áræðin og hraða. Það sá bara sérstaklega í leiknum sem að við vorum þarna saman úti að horfa og þó við höfum skorað 2 mörk í þeim leik. Að allt uppspil, allt miðjuspil var einhvern veginn svona bara, það var eitthvað svona dútl í gangi. Menn voru að láta boltan rúlla svona 50 sinnum fram og tilbaka við miðjuhringinn. Milli Jordan Henderson og milli Lovren og það var ekkert í gangi. Það var enginn að reyna að stinga honum fram eða reyna ykkur hlaupa á bolta. Það var þetta sem vantaði og ég hef alveg bara fulla trú á því að sko ykkur Sunderland taktík muni ekkert blífa áfram. Menn hljóta bara allt upp á tættar og enn og aftur vil ég meina að þetta sé fyrst og fremst í haustum á honum. Svenni. Menn Húl þurfti að fara fram á völlin og þeir spiluðu bara fótboll, þeir voru áræðinir og ég held að önnur, við gefum okkur það að þeir sem er að fara að spila mót okkur þeir þurfum kannski líka að taka tillit til þess leiks og ekki bara Tottenham en það hefur bara sýnt sig að menn sem það hefur alveg gengið upp á að þora. Ég held að það sé alveg rétt hjá að Steina, það er þessi hraði sem náttúrulega hefur verið nægur sérstaklega fyrir áramót til þess að brjóta þetta upp og svo má spyrja sig að því hvort að ég veit að það er skjöru lítil einföldun en hvort að mætti ekki taka bara Frakkland Ísland og Stade Frans þar sem Ísland var lesið eins og einsýna símaskrá og bara leyfðum að hafa bolta smá og svo var bara sláturinn á korteri sko. Þannig að það er kannski spurning hvort að það þarf bara að gera það. Er það að vera keppni það að vera hvorugir með boltan bara Tölfræði segir það. Látu boltan á miðjurhringinn og bara hvorugur tekur frá. Nei, Barcelona til dæmis, liðið sem heldur alltaf boltan, þeir eru að tapa 4-0 þegar við erum að tala um þetta. Þetta er bara búið. En það er alveg hárrétt sem Sveina líka með þetta. Ég held að náttúrulega einn parturinn af þessu er náttúrulega bara að sá að það eins og ég var kannski aðeins að koma inn á að þegar við erum komin með sko menn eins og í þessum leik þar sem að Firmino náttúrulega hljóp ótrúlega og var að vinna vel og manni er þetta geggjaður, kláruninn á sérstaklega færi nummer 1 er náttúrulega bara geggjun og sendingin flott. Við vegum í rauninni kannski Coutinho var ekkert að ná sér alveg á það strik sem var sko. Hann var flottur í þessum leik. Já, mér finnst skotvarinn sem hann var að tékka sinn og hann á svo mikið ennþá inni held ég, allavega eins og við sáum til hans í haust og sama hátt, þú veist, þá Lallana var klárlega komin á betri stað og það er auðvitað einn af auðvitað er það kannski aðalatrið, það er það, ég er alveg sannfærður það ef að liðið hefði komið svona, ef við skoðum bara fyrri hálfleikinn á móti Hull og svo fyrri hálfleikinn á móti Tottenham, ef að menn hefði komið þetta gíraðir, eins og kannski Steini hefur verið duglegastur okkar að segja frá, ef við hefum komið svona gíraðir inn á Hull-leik með Mane á þessari pílu og fara mér að Andy Robertson er ekkit endilega mikið betri bakvörður heldur en þessi strákar sem var tekinn af lífi þarna í fyrri hálfleiknum, að þetta er þetta líka það, ef við, eins og við kannski sagt í allan vetur, ef við erum á þessum stað sem við erum í þessum Tottenham-leik, þessa gigantísku pressu með þessi öflugur hlaup í gegnum liðin,
þá held ég líka, þú veist, 8 manna varnarveikur hefði ekkert dugað á þessum stað, sko. Ég meina, við vorum alveg að slátra þeim leikjum upphafi tímabilsins, en við höfum bara ekki náð einhvern veginn þessum gír og þessu tempó þó auðvitað hjálpi það til þegar svo við vorum kannski að tala að Tottenham voru með þessa varnarlínu sína á 40 metrunum meðan hinliðin kannski eru ekkert mikið að fara fyrir 20 metrana með varnarlínuna, en þá var þetta bara, þú veist, og þegar maður í þessu einhvern veginn, þú veist, bara, you got the standard, fucking show it, það svolítið þannig sem þetta og það kannski svo Svenni var að lýsa á hann, það kannski svekkja sig, þarna kemur aftur klárt mála, þú veist, þetta standardi sem býr í þessu liði, bara standiði svona næstu 11-12 leiki hvað eftir og þá þurfum við ekki að hafa ágjörð því, ef við lendum í Leicester og menn koma aftur gýrar eins og húl, þá verðum við jafn fúlir hérna einhvern tímann byrjun mars ef það verður þá, í podcasti að tala það, þú veist, að vanti hausinn og hugafæri, sko. En þessi leikur sýndi okkur bara aftur að getan algjörlega fyrir hendi. Ekki spurning. Já, ég ætla bara að vona líka að við núna, sérstaklega þegar við erum að fara að fá rúmlega viku allavega milli leikja núna, þá getum við fara að sýna þetta oftar. Einar, hefur ekkert áhyggjur að leikjaálæðinu? Nú eru þeir að fara til La Manga og eiga eftir að spila alveg fullt af leikjum þar. Steini minn, þetta er það sem þið hafið, þetta var hljóma gáðar gamli lúsi, þetta er það sem þið ekkert talað núna þegar við erum komið eftir janúar, loksins við fáum 1 viku til að undirbúa leiki, hvað gerir? Það er gafsjulega gengur frá Tottenham. Við höfum þetta að segja allt annað en það í þessum... Ég sagði ykkur það! Einar, þú sérð þetta sjálfur, þetta er alltaf því að frændin hann að þýski var tekin út í liðinu, punktur. Nákvæmlega, eins og Randers sagði. Mér var svolítið gaman að heyra það sem Klopp sagði, sáðu þið það í dag, þarna sem að þeir eru búin að taka 2 þriggja frí og svo núna, hvað sagði hann, bara new pre-season, 3 æfingar á dag út vikuna. Þannig að það er ekkert að fara að sleikja sólina eða fara að lækka eitthvað tempóið, það er bara að keyra álagið upp. Þannig að hann er ekkert að minka geggjun en hann Kloppinn rokkar, það er nú bara þannig. Ég held að það verði stemmari, sko, en svo náttúrulega er þetta risastóra spurningi, menn af hverju var Randur rekinn úr Spaugstofunni, verandi þetta hérna vel að manni gerðu. Benni, við erum ekkert svona, sko, það er bara... Nei, hann er náttúrulega, sko, málið, ég er nú búin að eiga ágætis samráði við sáttafélagi mig varandi Emre Can, blessaðan, og þetta er svona... Ég er alveg saman, mér líður miklu betur með litla hollendingir hérna skoppandum og maður náttúrulega gleymir því að Emre Can lítur út svona eins og 35 ára grískuð að hann er náttúrulega bara krakki, sko, og hann er svo misjafn, sko, en þú veist, hvað hefur við langan tíma til þess að leyfa honum að finna sig, sko, þú veist, auðvitað þá er náttúrulega býr eitthvað í stráknum, en það vantar of mikið of oft og mér finnst það bara mér líður bara ég er bara nervus að vera með hann hérna inn á bara mest allan tíman en ef allt er á flugi í kringum hann og það opnast fyrir hann og hann getur tekið rönnin sín og jafnvel náð að horfa upp og senda og eitthvað þá sér maður alveg að það er eitthvað þarna en ég er svo við vorum að minnast í himmist bara að vinna aldum allan daginn bara svona afreitt. Svenni, þetta er bara svona Jordan Ibe pirrandi að horfa á mann með allt til að bera en hausinn einhvern veginn skrúaður á öxlina í staðan fyrir hálsinn. Það bara er vonandi að því að hann hefur nú tíma fyrir sér, vonandi á hann eftir að stíga upp og læra því að hann er ungur og með allt þetta til að bera. Það verður alltaf vera toppmiðurur. Ég held reyndar að það berast nú fregnir af því að það sé eitthvað vandamál með viðræður samning. Það er ekki að fara að hjálpa þessu í þokkabót, sko, held ég, en maður vonar nú alltaf að þetta sé allt annað teymi sem að sér samningagerðin og þeir komið sem minnst nála tíðan, vonandi er það ekki að hafa áhrif á hann. Herru Svenni, mér langar aðeins að klára Tottenham umræðuna. Það var svolítið góð spurning á fótbolta.net, mér langar að fá svolítið ykkar skoðun á svona fljóttetum.
Einföld spurning bara, hvor betri stjóri, Klopp eða Pochettino? Ég veit nú kannski ekki alveg þetta svara þessu sanngjarnt, en hvernig myndið þið meta þetta svona bara stöðun í dag? Bara, hvað er að gera í dag og aldrei fyrir störf? Þetta er jafnara maður. Já, það er ástæða fyrir að ég er tafsandi eins og mætti í kirkju og en að því að þetta er ekki svona einfalt. Auðvitað alltaf stendur Klopp okkur nærri og við erum ánægðir með alla þessa orku og svona, fyrsti þjálfarinn sem við sjáum með langa tíma sem okkur finnst bara eiga heima í Liverpool og alltaf, af því að hann er vit, hann mætti bara, hann fór á kaffuhús bara þetta kvöldi sem hann flytur til Liverpool og er bara þar bara, skilu, það er bara svona dúddi. Svo ef við skoðum bara, það sem ég er, ég held að Hill sé bara, hann er steady, það er minni rollercoaster. Það sem hræði mig við Klopp, við Klopp, ekki Klopp, Martin hræði mig við Klopp, Jesus Christ, þetta er rosalega helgi, en það er bara hvernig þetta, við virðumst geta týnst í leikjum þegar það skiptir málið. Við erum að sjá Sevilla-leikinn sem situr ennþá í mér gamla gröppi í manninum, úrslitaleikir á Wembley, Wembley City og svona, það sem jafnvel var alveg fín stemming allt í kring og svo kemur bara þetta momentið strákar, þarf að gera hlutina og það er eitthvað því skilar sér ekki. Þegar mann finnst þess að hann ætti ákúrat að vera maðurinn til þess að klára svoleiðis, því og sérstaklega náttúrulega eftir að hafa klárað bæði Dortmund og United og maður bara heyrðu, þetta er ekki legend in the making, þetta er bara orðið legend. Og svo er bara ekki náttúrulega, það er ekki alltaf sólin og maður vill það. Ef við skoðum árangurinn og spilamennskuna, þá ætla ég bara að vera gjörsamlega sanngjarnt og ég myndi ekki vilja skipta, en ég ætla bara að segja pass þegar kemur að performance og þessari leikti. Hvað segir þú, Maggi? Ég held að Pochettino sé klárlega sá sem að Barcelona mun sækja í sumar þegar hann ríkir fer. Hann er búinn að sanna sig það. Húrra fyrir því. Já, í fótboltanum. Ég held að Pochettino sé alveg klárlega búinn að, ég held við með ekkert að orðlengja þannig mikið sem að Svenni sagði. Hann er náttúrulega bara frábær stjóri og það sem náttúrulega gaman er það, hann er að búa til þarna lið sem að hefur svo sem verið lengi að reyna að berjast út einhverjum skugga þetta Tottenham-lið og bara búið að gera úr því alvöru lið í langan tími. Þannig að það er bara þannig sem það á að vera. Og ég bara held ég held að næsta lið sem Pochettino tekur verði Barca. Ég var alveg skítræddur við hann myndi fara til United í sumar, en svo völdu þeir annan sem við skulum ekkert vera að rappa en ég held að hann sé klárlega liðin í stórt lið. Þetta er svo gott ef að Pochettino væri að fara og þeir eru orða hann við eins og Barcelona, ekki Klopp sem var nú hefur stundum líka talað sem er vonar að sé nú ekki. En er ekki bara Pochettino bara eins og Klopp, með þannig projekt hjá Tottenham og nýjan völl og voru að byggja hann með yngsta liðið meðalaldurinn í deildinni, er þetta ekki bara, vill hann ekki bara vera áfram í? Já, hver vill ekki fara til Barcelona? Ég meina, það er hans uppruna spátn og spilaði það lengi vel. En það verið að tala hvor er betri, Klopp eða Pochettino. Ég átta mig ekki alveg á samanburðinum. Ég meina, Pochettino er búinn að vera lengur með þetta lið í höndunum. Stórskemmtilegt lið, þeir voru nú byrjaðir svona performera áður en að hann kom, en ekki á þessu kaliberi samt, en ef við ætlum að bera það saman sem stjóra þá hefur Pochettino akkurat ekki unnið raskat en þá, bara 0. Klopp er búinn að afreka ýmislegt í Þýskalandi, þannig að mér finnst svona, ef við erum að bera bara saman Liverpool-liðið í dag og Tottenham-liðið í dag, þá kannski þeir mjög líklega bara jafnir og það er ekki spurning að Pochettino er eitt mest spennandi stjórinn í bransanum. En ég áttum ekki alveg á hvað erum við að bera saman hann. Erum við að bera saman gæði þeirra í heild sinni eða árangur so far? Pochettino
skeit upp á baki fyrra þegar þeir voru með klára bara að brauta titlinum gegn Leicester. Mér fannst það ekki vinna vel úr þeim spilum sem hann hafði þá. Ja, alveg rétt. Þannig að Það er ekki toppleikir, Tottenham hafa verið mikið vandamál líka bara gegn liðum eins og Liverpool þegar það var að sérstaklega útivelli. Það er annað, þannig að ég spyr mig hver er samanburðin? Hvað erum við að reyna að bera saman hérna? Ég skal bara hringi Elvageir og spyrja hvað þeir voru að meina með þessu á fótbolta.net. Ég allavega sko, annar hefur árangur í gegnum tíðina, stóran árangur sem er að velta þessu bæjarliði úr sessi á tímabili. Ef við horfum bara á þetta tímabil, þá er Tottenham alveg heilu stigi á undan okkur, það er ekki spurning. Case closed. En þeir eru nýbúnir að fá raskellingu af einmitt Klopp, þannig að hvað erum við aftur að bera saman? Ég biðst innilega afsökunar á þessari spurningu en Maggi, ég ætla að fara bara hratt áfram. Það er náttúrulega eitt talandi um Barcelona. Það er næsta sko, það sem við ættum að redda við. Það hefur alltaf verið Coutinho hjá okkur undanfarið en erum við ekki bara að sjá að Mané sé komið fram úr það. Ég vil bara minna, jafnvel fá umræðu um það. Er þetta ekki bara efni í svona alvöru stórstjörnu eins og við erum að sjá bara í þessu meistaradeildarliðum þeim bestu? Hvað er hann gamall? 25 ára núna? Jú, hann er náttúrulega alveg óstjórnlega fljótur. Það er bara þannig. Og ég sá hann náttúrulega, það var þarna í þessum vottorleiknum, það var náttúrulega magnað að sjá sko, hvað hann er gigantísk fljótur. Það er bara þannig. Þannig að þá er það bara alveg klart mál að það eina sem maður kannski vantar sem hefur verið það er náttúrulega stöðuleiki. Það hafa alveg komið leikir, Svenni talaði um húlleikin, það var líka voru leikir þarna sem við vorum aðeins að tala um svona þarna í nóvember, desember, þar sem hann var aðeins að detta niður, þannig að bara vonandi kemur það, en bara sprengjukrafturinn og bara allt einhvern veginn svona, bara lúkkið á honum er svona stórstjörnu lúkk, hann er svalur þegar hann skorar og einhvern veginn svalur í öllu sem hann gerir og ég er alveg viss um það að varnarmenn sem að, vinstri bakvörðurinn þessi þarna í Tottenham, hann var svona svipaður eins og Norðurlandsleikmenn voru þegar Suárez var upp á sitt besta, sko, vildi bara ekki hitta hann aftur og reyndur öll að forðast hann í göngunum í svo leiðin út af leiknum, sko, hann er gert eitthvað vissi þar. Þannig að ef hann er stöðug leika í leiksínum, Suárez tók smá tíma í það líka í Englandi, hans monster tímabil var nú svona kannski ekki fyrir svona vel liðið á annað, mann er náttúrulega búin að vera í Southampton en það er alltaf öðru fótboltalið heldur en Liverpool. Þannig að ég held að við getum alveg bara, ég miklar vonur það sé komið að því að við séum að fá bara alheimsstjörnur sem við vonandi höldum í svolítið núna. Ég vona það allavega. Já, en Svenni, við getum kannski ekki talað mjög margar með svona star quality hjá Liverpool bara þessum áratug, er það? Eða bara síðan, ég veit ekki hvað, 10 árum, einn og tveir alltaf í hópnum. Við erum að tala með sko, Suárez og Torres og svoleiðis og kannski náttúrulega utan Gerrard en þannig er að tala um sko, Mané er náttúrulega, þetta er markahæsti leikmaður og klárlega hættulegur það sem þetta skiptir líka náttúrulega miklu máli og það er ekki bara það að hversu góður hann það er heldur áhrifin sem hann hefur sko, smittar út frá sér ef allt er on. Við sáum þetta með Suárez þegar að þú ert með hann þetta inn á sko. Þá veistu þú ert með þá trú í liðinu, öllu liðinu að hluti geti gerst og þú getur skorað. Það fer ekki að hengja haus. Þannig að svona maður, það sem er með mörk og er með hraða, þetta er rosalega mikilvægt, ekki bara því sem hann skilur það sem hann hefur áhrif á. Þetta líka sko, og eins og Maggi segir, og þetta er náttúrulega hann er bara reynslan að tala. Sko. Þetta er bara eins og hann tekur tróðan, vonandi ná að halda honum eitthvað tíma og það er náttúrulega, manni langar að vera sko, vera á þeim stað þar sem það er bara þannig sko, að það sé ekki bara að Liverpool sé ekki á þeim status að það sé bara réttlætanlegt af risunum á Spáni eða einhverjum öðrum að bara pikka já, þú ert orðið nógu góður fyrir okkur núna komdu. Auðvitað náttúrulega er kannski bara veröldin ekki alveg þannig, en mann er langar rosalega og það sem að vonaðist til að við fengjum með Klopp, því að
að þarna vildi menn fá að vera og vinna bikara með honum og maður veri ekki í þessu sko holdsveikra eyju fílingi sem við virtust vera það sem sko Hvað er þú að ferðast? Það sem bara þessi stókit og bara að taka frá okkur leikmenn sko. Þannig að það var allt meira spennandi. Þannig að ég að vonast til þess að rosalega vonast til þess að við getum náð bara þeim standard að menni svo manni að hann verði hjá okkur 2-3 ári viðbót og náttúrulega potensialin sem í þessu liði. Firmino, Coutinho þetta ennþá ungir strákar. Þetta getur orðið rosalega sætt og fallegt ef að þessi strákar haldast hjá okkur og haldast heilir. Þeini, það ekkert langt síðan, eftir bara að segja að Suárez fór, það var sumarið hjá okkur, það var ekkert star quality í liðinu, það var það sem við helst vorum að tala Sko, við heldum sér flestir sammála Mane sé svona skjótast í þetta, en hver aðrir í hópnum, bara ef við horfum núna 2-3 ár fram í tíman með hans, það sem við erum með núna, sérðu eitthvað fleiri svona sem að getur Coutinho hann náttúrulega alveg sama leiðin svo sem Já, ég meina skulum átt okkur á aldrinum og Coutinho og bara hann lenti í þessum meiðslum núna og ekki gamli hann manni, ekki rétt með hvernig var talað Coutinho áður hann lenti í meiðslum, þá var hann á þessu stalli sama með Firmino í rauninni, það er svolítið meiri gæði svona overall í þessu liði núna eins og staðan í dag, en ég held að það sé mjög erfitt fyrir mann að segja á næstu 2-3 árum hverjir bætast í þann hóp og geta talast til svona einhverja stórstjarna og hvort það verði fleiri, vonandi verði það fleiri, en ég held að þetta snúist svolítið mikið um hvernig menn spila úr sínu spilum núna næstu 2 sumarglugga til dæmis, ég meina kaupin sem voru gerð í síðasta sumarglugga voru flest bara verulega góð. Ef við myndum ná 2 svona gluggum í viðbót, ein kaup sem yrðu svona einhver súperstjarna og 1 eða 2 aðrir sem yrðu bara solid byrjunarliðsmenn, þá held ég að við yrðum bara hoppandi bara og dansandi hérna niður á Strönd, svo þú séð nú ekki mjög heit hérna upp í Grái. Ég verður örugglega niður á Strönd bara að baða mig þar upp á köldum sjónum og söltum ef svoleiðis yrði. Þannig að ég held að það sé svolítið vanmetið hvað við gerðum síðasta sumar og ef við treystum honum Kloppvin okkar og hann geti gert þetta aftur til dæmis næstu 2 sumarglugga, þá held ég að við séum ekkert að tala það að missa þessa leikmenn. Þá held ég við séum að tala það að hann geti verið að setja saman lið sem að hann getur haldið á staðnum, að því að það líka, og við megum ekki gleyma því, að líka breytingin frá því bara fyrir ekkert svo mörgum mánuðum síðan, að það orðið mun svona bara það orðið meira attraction að búa í Liverpool heldur að það gerði fyrir einhvern 5-6 árum. Alveg. Borgin bara búin að taka stakkarskiptum og hún orðið miklu heimsborgaraborg heldur hún var, þannig að það hefur líka að segja, okkur hefur verið neitað af góðum leikmönnum bara út af location, bara út af hvernig borgin og það líka að breytast. Þannig að ég bjartur og sérstaklega þeir sem þarna núna, sjá hvernig þetta eru búnir að aðlagast samfélaginu, að ég orðið minna hræddur að missa það í burtu heldur en áður. Ég sammála því. Gaman að þessu. Hérna önnur svona tölfræðisstaðrend Maggi sem að við langar að spá í, hérna var fór svolítið hátt fyrir þennan leik að ég held að það verið nákvæmlega eins sigur hlutfallið hjá Klopp og til dæmis Brendan Rodgers, bara hann búinn fyrst 55 leikina hans, ég man hvort það sé í öllum keppnum, líklega í deildinni sem að það nær yfir sko. Jafnir að stigum hann og Joe Feikan líka, tökum með við 3 stig, en ekki óhætt að segja að maður hefur ekki meiri trú á Klopp og því sem hann að gera heldur. Við vorum kannski að horfa á þarna
ég veit ekki, erum við á sama stað ef við seljum Mane næsta sumar og eins og við seljum Suárez? Sko, ég segi alltaf svo Steini, ég meina, maður náttúrulega gerir sér vonir það að svo sem ekki bara Mane eða þeir leikmennir hafi sko fattað það að borgin sé almennilega og eitthvað svo uppleið, að ég held að sko klúbburinn muni líka kannski gera meira til þess að halda í hann. Sko, ég held að menn hafi lært eitthvað af því og ég meina að hugsa það að þegar Rodgers var rekinn þá hafi hann kannski hugsað það að hann kannski átt einhvern veginn að leggja meira í það að fá Alexis Sanchez eða fá okkur aðra stórstjörnur í staðinn fyrir Suárez. Þannig ég held að bara að eigendurnir vilji núna hafa leikmenn á þessum nótum og hafi lært eitthvað af því þegar að þeir voru síðast með alvöru leið í höndunum hvað þarf til þess að svona að halda því inni, þannig að ég held að það sé nú kannski bara eitt af því sem að ég vona að FSG hafi lært, að það er það að þeir eru með gargandi stórklúbb í höndunum sem að gæti náð að setja það á einhvern stóran sportbjóð og þeir munu bara gera allt til þess að halda þessum stjörnum. Ég var ógeðslega glaður ef það er rétt að Coutinho var ekki með neina exit klásúlu, nú verður að segja að Lallana sé að skrifa undir samning og Firmino á löngum samning, þannig að þá Hvernig horfum við eins og Lallana samningur sem 28 eða verður 29 bráðum 4 ára samningar? Bara mér finnst það flott. Ég meina 28, í dag eiga leikmenn að geta verið hundgóðir 33 ára gamlir. Það skulum alveg hafa þá á hreinu einhver svona sérstaklega svona leikmenn. Hann er bara búið að vinna sér þetta inn, við getum að horfa á þannig bara. Jú, ég meina það sem kannski þú má kannski lesa í það, þetta er það fyrir einhver hefði sagt að þetta væri kannski að brjóta upp þessa umræðu FSG að láta 28 ára leikmenn ekki hafa langa feita samninga, en ég meina það er bara flott, þá er þið búin að læra það, þessi gaur á það alveg skilið og þá bara fær hann langan og almennilegan samning hjá klúbbi sem hann á eftir held ég að bara ná mjög langt hjá og þá erum við komið með þessa 4 á þannig samninga og díla að þeir eiga bara ekkert að þurfa að fara og þá bara vonandi að fara að byggja á það og það treystir maður að þeir fari að nýta sér því að ég held að sé eitthvað þarna úti til dæmis center sem að myndi hafa gaman að því að hafa þessar pílur hlaupanda í kringu sig og nýta eitthvað af þessum krossum og þessum sóknarfærum sem öll þessi varnarlið gefa alvöru strækir sko. Þannig að ég held að sé bara já, ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn á það að menn haldi þessum kjarna í þessum leikmannahópi og það sé engin að fara út sem við ekki viljum bara eða sem við megum ekki við að missa og menn byggi bara á því. Ég held að það sé alveg rétt aðstrakar. Var ekki eitthvað hrú að kaupa Mane eða skyrtunar? Nákvæmlega. Ég held að þessi Coutinho undirskrift núna sé bara gríðarlega stórt statement. Að hann sem var ekkert nálægt í að renna út af samning skuli skrifa undir nýjan langtíma samning og auðvitað hækkar hann í launum, við skulum ekkert vera velta þínið fyrir okkur að auðvitað er eitthvað einmitt for him sko, það er launapakkið hana. Það var líka bara kjálesteini, hann var ekki launahæstur hjá klúbbnum. Já sko, en málið bara, þetta er svo rosalegt statement hjá honum að skrifa undir langtíma samning, klásúlulausan, herðu, ég er búin að vera orðað við Barcelona og Real Madrid núna í 1,5–2 ár, er að spila vel, mér líður vel hérna, hér ætla ég að vera, ég er tilbúin að skrifa undir nýjan samning. Þetta er gríðarlega stórt statement. Nákvæmlega. Já, ekki spurning. Herðu, að við klárum þetta svo strákar aðeins á hvar við stöndum núna eftir þennan leik og þetta náttúrulega var sko eins og við tölum í byrjun óboðslegur léttir og kickstart á þessu tímabili. Hvernig metið þið? Við horfum kannski aðeins á hinliðin sem við erum í, þessi deild er orðin fáránleg. Sko, Chelsea er á kúrs fyrir 91 stig sem er náttúrulega mjög gott skor fyrir meistara bara eiginlega öll tímabil en hvernig sjáum við okkur ef við metum bara prógramið framöndan hjá okkur? Ég byrjuð þér Svenni, bara meistarallisetti. Hefur trúað þér núna að við spikjum vona þetta og náum því eða er þetta sama gamla Liverpool eins og við höfum verið það? Nei, sko, ég ætla bara rétt að vona að það hafi ykkur stífla brostið. Ég verið kannski geta frá að sjá svona flugvillarsýningu strax aftur. Það kæmi rosalega óvart eftir svona leik að við fengjum einhverja drullu.
og maður verður bara að trúa sko líka, það bara, ég sé fyrir mér að við séum að fara að hirða alveg fullt af stigum á þessari þessum spretti, það alltaf hann farið, það vika á milli leikja og ég sé bara ekki annað heldur en að við séum að fara að mæta í þetta af fullri alvöru, jú, það verður örugglega eitthvað sem verður ekki fallegt þetta inn á milli, en ég sé ekkert annað í spilunum með holdinguna á mannskapnum, hverjir eru til staðar og annað slíkt, Coutinho bara til að batna, hinir eru þetta bara on their game, þú veist að við getum spilað þessum fjórum saman, Lallana, Firmino, Coutinho og Mane og allir heilir, þá á þetta bara að vera í lagi, sko. Nema, og ef það þarf einhverja Dale Carnegie fundi með Jordan Henderson vikulega, þá það bara fæn. En ég sé ekkert annað í spilunum. Það voru við allir bara starstruck ekki starstruck, bara sjokkt náttúrulega eftir janúar og við náttúrulega hugsaum allir það sama fyrir húlleikin. Jæja, núna erum við að skoppa tilbaka, núna þessi hörmung búin og svo kemur bara yfir hæðið bara búm aftur. Og þetta eins og við erum bara að tala strákar, þetta var leikurinn til að koma tilbaka, hann var risa stór statement og þetta bara ekki búið að rétta við kursin. Ég held að það búið að taka í anskotan stýrið, við vorum á einhverju bulli, við vorum að fara eitthvað út í Norður-Atlantshafi, núna bara förum tilbaka og hérna dildist strákar mínir, þarna mæ og Svenni Vói verður á lokaleiknum og hann náttúrulega fagna með okkur öruggu meistaradeildarsæti og fást hálfan karling. Þannig að ég held að það verði málið. Þeir þurfa að stækka glösin þetta, það klárt, það bara þannig. Já, ég held að þetta sé alveg, eins og alltaf, þá eru podcastinu okkar þannig að þau bara, þau sveiflast auðvitað með því sem í gangi og núna kemur löngu eða það sem við vonum bara að menn sé að fara í það að viðhalda þessum leik sem við sáum helgina og komi bara all in í næsta leik og við munum vantilega kannski ræða það bara næst. Þá það þannig að það það sem við hljótum að trúa á eftir svona leik, annars varum við bara pínum galnir. Þarna séu menn búnir að finna taktin og kallinn geti núna hætt að sýna þeim vídeo og því hvað ég ekki að gera og halda áfram að sýna þeim hvað eigi að vera að gera og þá getum við alveg verið bjartsýn ef við förum aftur, ef við hittum aftur á þetta rönn og þetta þennan leik sem vorum að tala helgin og jöfnum bara það framistöður sem við sáum í haust, þá þetta þurfum við ekkert að ágjöra því, við verðum ekki í topp 4 en náttúrulega en á móti þá megum við ekkert mistið ykkur mikið því að það virðast náttúrulega vera alveg 6 hörkulið að keppa þetta og það kannski það sem svo sem á þetta líka eftir að hafa Hvernig metur þau lið Maggi, eins og hilið, Tottenham til dæmis hafa ekkert óbóðslega mikið lent í meiðslum, aðeins að finna fyrir því núna eins og við nýttum okkur núna helgina aðeins, þó þetta nú bara einhver 2 sem að vantaði þarna hjá þeim sem þeir venjulega byrjunlið. Chelsea hefur ekki lent í neinu skakkaföldu, við getum reynda kannski hægt að tala Chelsea, þeir eru bara farnir. City, en kannski fótbrotin sóknarmaðurinn þeim, eða ekki? Brotið bein í fætinum á honum sem að... Ég segi bara örstnótt og gefa þá svo yfir til einhver annar að það kannski það sem mér finnst erfiðast það að mér finnst öll þessi 5 lið klárlega vera á þeim staðnum að það ekkert endilega sem bendir til þess núna að þau sé eitthvað að droppa í formi, þeir þurfa að vera bara mjög góð, bara heilt yfir í rauninni og stigasöfnuður allar góð, en það auðvitað þannig að nú eru skal ég segja þeir að byrja leikir og byrja í kvöld í meistaradeild Evrópu og það er að aukast álag á þessum hinum liðum 4 fyrir utan Chelsea sem að reyndar í FA-bikarnum, en maður vonar einhvern veginn að kannski það verði eitthvað sem að við getum grætt á. Það ekki þannig Steini, Manchester á 4 leiki núna, þangað til við næst leika, var það ekki? Sko ég held enn og aftur að þá leikjaálag faktorinn, ég held að þetta snúist meira og gæti komið okkur til góða þreytu. Það út af því að nú mun Klopp hafa góðan tíma með liðinu á milli leikja í að setja upp næsta leik, í að stúdera og í að koma mönnum í rétt
ástand líkamlega og í hausnum, ég held að það komi til með að hjálpa. Að þetta, mínum huga snýst ekki einhverja líkamlega þreytu, eins og ég oft komið inn og heldur meira svona. En þetta leikjála, það allt talið með? Þetta allt saman bara var talið þreytu þar sko? En ég held að þetta geti klárlega hjálpað okkur og bara svona ferð eins og núna til Spánar. Við vitum alveg hvernig það þegar þú ert í hvort sem það í vinnu eða í hverju sem það að þegar menn búa til einhverja svona ferð eða viðburð til að þétta hópinn saman. Við höfum all fundið að þú kynnist mönnum enn betur, þótt þú vinnir með þeim dagstæðlega og þú kynnist þeim einhvern veginn meira og ég held að þetta sé bara hárrétt skref hjá honum og ég eiginlega bara sannfærður þetta að núna náum menn þessu réttu. Alveg þangað til að við lendum næsta vegg, allavega. Ég bara hef einhvern veginn trú á því að menn hljóti hafa fundið bara vellíðunina núna við að mæta svona til leiks á móti þessu Tottenham-liði og sjá hvað þeir áttu einfalt með að brjóta þetta sterka liða bak aftur og bara valta yfir það. Ég held mér bara hljóti núna að gíra sig upp í hvern einasta fucking leik sem eftir. Ég bara neita að trúa þeirra. Þetta eru ljómandi fín lokaorð held ég í kvöld strákar og ég þakka bara kærlega fyrir að sinni. Við verðum aftur næstu viku þá kannski skoðum við Leicester meira og höldum áfram á svipuðum nótum með þessa umræðu. En takk fyrir í kvöld. Takk.